Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í þessu hlaðvarpi þá fá hlustendur í hendurnar alls konar tæki og tól til þess að bera ábyrgð á eigin heilsu, af því að við erum jú öll með lífið í lúkunum. En í dag kom til mín hann Haraldur Holgersson, eða Halli, sem ekki bara frábær þjálfari, heldur einnig magnaður íþróttamaður. Hann hugsar afar vel heilsuna sína og stefnir á það að verða einn hraustasti maður, eða ekki einn hraustasti, stefnir á það að verða hraustasti maður heims einn daginn. Halli hefur verið að kljást við alvarlegt brjósklos í bakinu síðastliðin 5 ár og það hefur gengið vel á köflum en því miður hafa meiðslin tekið sig upp aftur og aftur og nú síðast bara fyrir örfáum vikum kom bakslag eftir að hann var komin á góða siglingu í æfingum. En slíkt oft mikið áfall fyrir íþróttafólk sem lifir fyrir sína íþrótt og getur haft mikil áhrif á andlega heilsu eins og má merkja í viðtalinu við hann Halla. En áður en við vindum okkur í viðtalið þá langar mig að þakka Nettó, Spírunni og Heilsuhillunni sem eru mínir samstarfsaðilar. Mér langar að þakka þeim fyrir stuðningin við það að hjálpa mér að breiða út boðskapin mikilvægi heilsu og vellíðunar og gefa ykkur hlustendum eins og ég nefndi áðan þessi tæki og tól til þess að þið getið tekið heilsuna í eigin hendur. Í Nettó fáið þið allt í matinn fyrir þakkagjörðina og svo jólin og hafið þið séð jólaauglýsinguna frá Nettó. Nei, ef þið hafið ekki séð hana þá verðið þið bara að googla. Hún svo flott og finnið hana alveg pottitt inn á netto.is. Hún heitir Beint í hjartað. Og talandi þakkagjörð, þá í dag þegar þessi þáttur kemur út þakkagjörð á Spírunni. Hægt að fá dýrindis mat þar, þakkagjörðar máltíð. Og ekki gleyma að bóka í jólabrunn Spírunnar hverja helgi núna fram að jólum. Að lokum það svo heilsuhillan og í dag langar mig svo að minnast á astaxantín aftur af því að ég var einmitt í Nettó í gær að endurnýja astaxantínu mitt sem hafði verið búið í nokkurn tíma og ég var farin að finna mun á að taka það ekki inn í 2 vikur. En fyrir ykkur sem ekki vita þá astaxantín gríðarlega öflugt andoxunarefni sem hefur verið lengi þekkt fyrir heilsueflandi eiginleika á mannslíkamanum. Þetta hefur verið mikið rannsakað og klínískar rannsóknir sýna nefnilega ýmis jákvæð áhrif. Það sem að ég finn helst fyrir bara húð og neglur. Og astaxantíni sem ég tekin frá Algalíf sem íslenskt fyrirtæki af því að ég vil alltaf styðja íslenskt. Og heilsuvörur mánaðarins, nóvembermánaðar hjá Heilsuhillunni og Heilsuhillu frá New Nordic sem ég hef nefnt í síðustu þáttum. Og það sem ég langar að nefna í dag Melissa Dream. Melissa Dream til bæði með og án melatónins en þetta hjálpar okkur að auka svefngæði. En góður nætursvefn náttúrulega grundvöllur fyrir því að einstaklingar vakni endurnærðir daginn eftir og góður svefn hefur úrslita áhrif á vellíðan yfir daginn, segi ég alltaf. Melissa Dream inniheldur sítrónumelissu sem leggur sitt af mörkum fyrir eðlilegan og góðan nætursvefn. Varan inniheldur einnig kamillu, grænt te með L-theanín og B-vitamínum og magnesíum. Þetta hentar 12 ára og eldri og sonur minn, hann tekur einmitt Melissa Dream á hverju kvöldi af því að hann með mjög frjóan hug og þegar hann leggst á koddann þá fer alltaf allt í gang. En Melissa Dream hefur hjálpað honum að eiga auðveldara með að sofna og sofa betur. Og að lokum langar mig að minnast á það að þættirnir mínir teknir upp í podcaststöðinni eða í menntaskólanum við Hamrahlíð og ég þeim báðum afar þakklátt. En nú skulum við bara vinda okkur í viðtal dagsins, gjörið þið svo vel. Hjá mér í dag hann Haraldur Holgersson, ég hef alveg þurft að vanda mig, ekki algengt nafn. Og hann einn af mínum þjálfurum, hann frábær íþróttamaður og hann með mest smitandi hlátur sem ég veit Þannig að hann vonandi að fá að kynnast því í þættinum. En vertu velkomin Halli. Takk fyrir það. Og ég byrja alltaf að spyrja bara alla svona, hver þú?
Já, þess að ég sagði hérna við fyrir nokkrum myndum ánum byrjum að taka upp það veit ég ekki sjálfur en ég er svona hægt að reyna að komast að því en ég er sérst yfirþjálfari í CrossFit Sport og er að þjálfa þar og ég og Almönu þar að sjá svona hvað sem allt utanumhaldið í CrossFitinu og svo er ég með 2-3 önnur minni fyrirtæki og svo tek ég líka stundum kennslu í sundi og íþróttum í hjallastefnunni og já það er svona sem ég gerir fyrir vinnu Já, það er alls konar og svo er ég að reyna að vera íþróttamaður og já, það er svona helsta sem ég kannski gerir dagstaglega. Þannig að lífi snýst íþróttir. Heldur betur. Og ég hef alltaf gert það, sko. Já. Geturðu sagt okkur frá þessum hliðarverkefnum eða? Já, ef bara beinti það bara. Já, sem sagt, kannski svona stærsta verkefnið, það er sem sagt HFIT sem er bara fjarþjálfunarprogram sem við 4 erum í og við vorum að byrja með vefsíðunum bara í fyrradag. Þannig að það er mjög gaman. Á réttum tíma. Já, nákvæmlega. Þannig að það er bara mjög spennandi og bara það er svona hægt að rúlla byggjandi upp og vonandi verður eitthvað meira úr því. Svo er ég með einum félag minnum, Ripri, og það er meira hugsað fyrir fólk sem er að kljást við meiðsli, að reyna að koma þeim aftur í sína íþrótt, hvað sem það er. Þessu ekki sem fyrir betur í og eftir, þá hef ég þurft að díla við alls konar meiðsli og bakslög og tel mér vitun og helviti mikið meiðsli, sérstaklega þegar íþróttafólki og svo er eitt annað bara gamans, þá er ég og annar félag minn með hyrox.is og það er bara svona prógram sem við bara seljum, við erum ekkert þjálfun þar, það er bara svona við erum að fylgja smá trendinu þar þannig já. Já, þannig að þú bara svona fylgir straumnum svolítið í þessu. Já, ég reynir bara svona einhvern veginn að hafa lífið alveg opið og tekur henni bara öllu svona sem með býst er henni upp á. Þannig, já, það er bara mjög gaman og þannig vil ég lífa lífinu, sko. Ekki. En ef við förum svona aðeins bara aftur í tíman, þú veist, hvenær byrjaður í íþróttum og hvernig svona, ef við förum bara smá tímanlínu? Sko, ég var alltaf bara í fótbolta og svo alltaf við píanu en það kannski tengist ekki í íþróttum en það kannski hjálpaði smá svona bara með aga og aga í því að æfa eitthvað þannig að vera góður í því og taktur alls konar en ég var í fótbolta alltaf en alltaf ótrúlega handsterkur ég man bara alltaf, ég æði aldrei hendur eða bara, ég var bara krakki skilur en samt gæti ég unnið alla í sjómann og svo gæti ég unnið skilur vin bróðum mínu sjómann sem voru 3 árum eldri þú veist og svo gæti ég gert 25-30 uppbyggingar án þess að það voru bara ekki nokkuð mikið uppbyggingar í lífinum þannig að það var bara svona ég var alltaf mjög hæfileikaríkur í efurlíkama og það hefur svolítið haldið stannir bara útlíðið mitt því miður. Er það akkurat því miður? Nei, bara það er bara öll meiðsli mín og allir veikleikar mínir, ég hafa alltaf verið neðri líka honum. Ok, skil. En já, ég sérst að væri fótbolta og rauninni meiddist í njánum og þá er ég 8. bekk. Það var náttúrulega líka annað, maður var oft svona, ekki einelti en maður var mikið í stríðinni í fótbolta þá og það svolítið fór með mig og ég misti allan áhuga á fótbolta og prófaði, svo fór ég í skólarreisti og æfiði það bara fullum krafti í rauninni 2 ár og jafna það Íslandsmet í uppbyggingum. Já, ok, hvað voru það margar? 58. Vá. Þannig þá æði ég nánast bara efurlíkamann í 2 ár og bara svona þú fattir hvernig hugafær mitt er strax því ég er 13 ára. Ég tók held ég ekki eina hnepu eða 1 framstig og því ég var stressaður að ég myndi vera of þungur fyrir uppbyggingar. Þannig að ég var alveg all in, þú veist, strax með hugafærið þar að þessum unga aldrei, sko. Já, fyrir skólarreisti og svo kemur félag minn og spyrir hvort ég vil fara að prófa cross, fyrir ekki, ég er að fara hratt. Ég byrjaði í CrossFit Sport
eftir skólaresti, bara beint eftir það og ég að úlinganámskeið hjá Árna Frey og Þuri og Dagbjörns og allir sem ég þekki í dag og þar svona eitt sumar og minnir mig og kynnist alls konar fólk, kynnist með þessari Viktor Ólafs sem ég æfi með í dag. Var hann þá úlinganámskeið? Já, skemmtilegt. Þetta var mjög góður hópur af strákum þarna og eins og segi þá var alltaf veikleiki minn að leika mig. Svo fer ég úr CrossFit og æfi samt sem áður CrossFit bara úti. Þannig ég og annars 2 félagar mínir, við æfum alltaf úti svona 4-5 sinni í viku og við gerum eiginlega bara mörf. Bara utan dyra? Já, það var þess skólaristarvöllur í Garðabænum og við sem sagt tókum nánast mörf svona 3 sinnum í viku og fólk sem veit ekki hvað mörf þá var þess að 1 míla hlaup og svo 100 uppbyggingar, 200 arbeigur, 300 nebur og svo aftur 1 míla hlaup. Þannig við vorum voða mikið bara í líkamsæfingum og svo svona hægt og rólega prófuðu okkur áfram í liftingum en það fóru alltaf bara í Ásgarð og tókum þar nebur og resturliftur og svona að prófa okkur áfram. Og svo fór ég sem sagt í CrossFit X Uppsalon. Hvað ertu þá gamall? Þá ég, það 2014, þannig ég 16 ára, já. Og já, þá bara einhvern veginn springur alveg áhuginn fyrir mér og ég finn bara hvað sem ég dyrka það mikið og ég finn að ég eigi heima þarna og fæ mjög góð leiksögn frá þjálfurunum þar og þessi báðu félag minn elda með þangað og við bara saman bara springjum áfram rauninni í árangri. Við bara bætum eitthvað bara vikulega basically í alveg 1-2 ár og kemst svo á heimsleikana þaðan 2016 í úlingaflokk. Eiginlega nýbyrjaðir? Já, í rauninni. Þetta var bara, eins og ég alltaf sagt, ef það æfir með fólki sem svipu stíga þú, þá bætir maður sér svakalega hratt. Og svona eftir ekki að það eldri vilja að þetta myndi að hætta, alltaf ekki svo snemma. En já, ég segi fyrir á úlingaleikana 2016, ég gengur svona ágætlega þar, við getum vel að fara dýpur á það ef þú vilt gera það, en svo árið eftir þá fer ég í liði, þannig ég 18 ára á CrossFit-leikunum í liði sem mjög gaman og svo svona verði ég hægt og betri en það er samt alveg stórt stökk frá liði í einstaklings CrossFit Games en svona finnst mér vera svona að nálgast þangað og þá svona byrjar meiðslasaga mín að kikka inn í. En fyrir þá sem ekki vita þá, og kannski þekki ekki til CrossFit, þá mjög erfitt að komast á heimsleika, bæði í einstaklings og liði. Þannig að það eiginlega ótrúlegur árangur sem Íslendingar hafa náð. Heldur betur. Það alveg magna. Og þú skildir hafa komist þarna 16 ára strax, en það bara alveg gegja. Já. En, en hvenær byrjar að meiðast? Og hvað gerist? Já, sko ég byrjar smá að meiðast í bakinu rétt fyrir heimsleikana því ég úlingur en svo rauninni kemur alvöru bara brjóstlosið sem kemur það kemur 2019 og þá ég bara í mér æfingu og mér lyftu og svo bara búp og það kemur bara svona straumur alveg upp líkamann og ég bara alveg fastur það alveg svona 8 mánuðir sem ég bara, þú veist, nánast bara getur alltaf gert nipu, bara labbandi og súper hægar æfingar. Ég ætla vissi ekkert hvað ég var að gera þá. Fékkstu einhverja leiðsögn í þessu eða? Já, ég hitti náttúrulega alls konar fólk, sjúkraþjálfara, osteopata, naprapata, kírópata, nefnt sko. Prófa allt. En svona, það var enginn einhvern veginn sem gaf mig bara svona góða lausn á vandamálinu. Það var eitthvað svona prófa þetta skilur og maður bara ungur og veit ekki neitt svo alltaf eru bakmæsli þannig þetta svo allt sem mismandi og mér fannst einhvern veginn aldrei neitt hlusta á mig það var bara eitthvað svona já, gerðu bara þetta slakað og fara að synda þú veist, það var aldrei einhvern veginn reynt að finna lausn á málinu ég var svona 8 mánuði bara að díla við það og svo kem ég mér aftur í gang og komur á gott ról og fyrir frisbeegolfi og þá poppar hinum minn. Nei,
Í frisbeegolfi. Já. Það þarf ekki alltaf að vera að lyfta þungu. Nei, en það sem fyndi út að ég er alltaf með brjóstlösunum báðum megin að einkennin er alveg gjörólík. Báðu megin hvar þá? Þá er þess að vinstra megin er milli L4 og L5 og hægra megin er milli L5 S1. Ok. Og ég veit hvernig fólk veit það ekki, en L5 er aðeins neðar og S3 er sacrum og L10 er lumbar. Þannig að hægra megin er aðeins neðar og vinstra megin aðeins ofar. Og einkennin alveg gjöróleik sko. Eins og þú veist, bara sem dæmi hægra megin, þá var hann meira svona efst í mjöðminni og þá er rosalega vont að til dæmis beygja sig niður eða baki fyrir í rauninni flexion sem þýðir í íslensku anstæði fetta. Hvað er það? Krippa, já. En vinstra megin er alveg auðvitað. Þá er vont að fara í fettu eða extension og vont að gera til dæmis hnepi. Þannig þú veist, þá var að gera einhverja æfingar sem hjálpuðu öðrum megin en voru verra hinum megin. Þetta var bara svona algjört, bara svona púsluspill til að byrja með og maður var einhvern veginn alltaf að reyna að æfa ofan í þetta og þetta var alltaf bara upp og niður og maður náði sér aldrei einhvern á strik. En þess að í dag, núna vil ég telja mig virðulega mun meira mig og hvað er best að gera og svona í þessu. En þetta var mikið púsluspill til að byrja með. En þegar þú sem sagt fer seinna brjósklásið, ertu þá ennþá að finna fyrir gamla? Eða ertu bara alltaf að passa? Já, þetta var voða mikið upp og niður sko. Það var raun alveg farið og vinstarmenn kemur og þá svona hægt og rólega að byrja að hægra að koma aftur og ég held að partur af þetta líka bara að maður er skakkur beita sér öðru sig og maður er verið við öðrum megin og þá aftur kemur hinn einkennin. En svo þegar verkurum var svona gigatískur þá svo fyndi þá einhvern veginn bara svona leiði líka mér bara að finna öðrum megin. Þannig segjum til dæmi ég væri bara að drepast hægra megin svo aðeins að það er bara að minnka þá byrja að fyrir aftur vinstra megin. Það er svo líka mér svona leiði mér ekki að finna ákveðið mörkurunni. Maður hefur nú heyrt það, maður getur bara fundið sársöku einu stað einu. Já, og það var ég var bara svona ég vinstra megin alveg búið svo bara svona vinka var hægra megin, nei, nú vinstra aftur komið. Þetta var mjög svona steikt. Þetta er aldrei í hug að hætta. Að gefast upp, bara stoppa að æfa. Jú, alveg mjög oft sko. Sérstaklega þegar maður er komin á gott ról og byrjar að sjá þess að wow, ég gæti bara náða að binda mig upp og mögulega keppt hér og hér og svo bara búm aftur að byrja reit og maður er bara eitthvað neginn vaknar og maður getur ekki svona labbað á klóstið og maður er, ég viðurkenni maður er alveg bara þú veist, ég hef að lendi maður er bara hálf bara grátandi skilur maður bara vaknar með nótt og bara getur ekki gert neitt skilur. Líka þegar lífið þitt snýst þetta. Nákvæmlega. Þannig að þetta er alveg ég segi búin að vera mjög erfitt á tímabilum en og ég maður líka bara eitt svona gott dæmi sko, þá vaknaði ég bara og gæti ekki gert neitt sko og bara grátandi þarna á gólfinu og frikið og kærasta minn bara fer í svona panik og já, þetta er svona ég vissi ekki hvernig gerist. En hvað þetta geggja samt? Þetta greinilega situr ótrúlega í þér. Þetta er svo mikilvægt að bara fyrir alla íþróttamenn sem hafa gengið í gegnum þetta. Þetta er náttúrulega bara, veist, að við erum að tala um heilsu. Andlega heilsan, hún skiptir svo ótrúlega miklu máli og ef maður er vanur að vera líkamlega hraustur og það fer, þá smittast það yfir andlega heilsuna. Það bara oft krassar. Já, þessi er maður kannski vanur að geta gert ég það ekki, þú veist, fullt af liftingum eða lifta þar að segja 200 kílóum og svo nokkur dögum eftir á getur ekki labba skilur. Þetta er svo svaklega mikið sjokk og þetta er búin að gera svo oft það tekur svo svaklega mikið á en ég segi, ég er mun betri í dag að díla við þetta og já, ég segi í dag segjum að þetta gerist bara nýlega með mig þá bara svona, ok þetta er umlegt ég gerði ekkert á því að væla eða þú veist, vorkina sjálfur mér ég bara verða að finna einhvað sem ég get gert, byrja þar og hægt að byrja að vinna mig aftur upp þú veist, það er eina í stöðinni já, ég segi maður gerði ekkert á því að vera vorkina sjálfur sér í svona
að því þú varst náttúrulega alltaf bara leið og þú varst búin að vera með liðinu á heimsleikunum, þá var markmiðið alltaf að komast þangað í einstaklings. Já. Er það eitthvað sem þú stefnir ennþá að í dag? Já. Já. Og ég vil trúa því að ég mun á því og ég veit líka og ég minnum alltaf á það að allt sem hvað sem er allir mótbyr. Já, allt sem krefst mikil vinnu og mikið mótliti verður svo 10 sinnum hvað sem er betra þegar mann það næst. Þú veist, eftir 20 ár þá mun ég gleyma öllu sem vesens tímabilum, þá mun ég bara muna og ég náði það gegnum þetta og ég náði markmiðinu, skilur. Ég reyna að minna mig á það þegar ég lendi ykkur svona bulli. Þetta er svo ótrúlega falleg hugsun. Ég held nefnilega það er svo auðvelt að gefast upp. Og ég segi, það er bara það er ekki alls konar dæmi, ekki bara crossfit, bara í alls konar íþróttum sem lendir fólk í meiðslum, ég segi svipa ég og bara ég segi, það kemur aftur og það sé einhver lausn og það bara gefst upp. Ég segi, það er léttalegin og það er svona oft meikar alveg sens hjá mér, bara svona okkur, akkur slaka ekki bara og fara bara einbætni með einhver öðru. En ég segi, ég bara með þess að fast hausnum og ég trúi ég á að geta gert þetta og ég veit að ég mun ekki sjá eftir ég allan að hafa reynt það. Hvaðan kemur þessi eldmaður? Ég veit það ekki, þú veist ég alveg veit það ekki, ég veit að mamma er alveg grjótörð, öllu svona samt er hún alltaf eitthvað passandi mig, eitthvað svona, ég veit ekki hætti þessu og það svona hvetur mig líka áfram þegar mamma mín segir mér, ég ekki gera það þá oft svona fyrir alveg hinn átt hana en ég segi ég veit ekki alveg hvað þetta er bara einhvað, þetta er einhvern allt sem ég geri, þá er það bara ég verð að gjörsamlega bara ná markmiðinu, annars verður ég svo svakalega ósáttur með sjálfan mig. Finnst þér þú þá vera með mikinn aga? Þú segja það? Já, ég myndi alveg segja það út af því að, þú veist hvað sem ég svona tekið höndum þá yfirleitt hefur gengið vel án þess að vera eitthvað svona svakalega kokki, þá bara hef ég einhvern veginn yfirleitt náð að framfylgja því og ná markmiðum mínum og hvort sem það er í skóla eða vinnu eða þessi íþróttum. Þannig, já, ég myndi tella mig að vera með alveg heldur góðan aga. Já, af því þú leggur mjög mikið á þig. Já. Og ég er pæli í svona öllum hlutum sem held ég líka skiptir út í. Bara, þú veist, bara svona aðeins fattar en hvernig hugmynd virkar, þú veist. Ég reynir rauninni bara alla daga að hvernig útskýrum þetta, að gera rétt ákvörðun. Þú veist, maður er yfirleitt með nokkar valkostir fyrir fram að sig og eitt getur yfirleitt komið nær markmiðunum og eitt getur yfirleitt ítt þér frá þeim. Já, taka bestu ákvörðunina. Já, og þú veist, ég er ekki að segja sér fullkomin náðu alltaf, en það er svona reyni ég að lifa af, þú veist, hvort sem það er, eins og segi, vinna mín eða fyrirliðin eða skólinn, þá hef ég alltaf að lifa eftir því. Og ég segi bara, þú veist, í náminu skilur ég vil ekki meina ég sé eitthvað ekstra gáfaður eða betur námsmaður, ég bara, þú veist, vissu bara, ok, ég vil legg miklu meira á mig, les meira, vinna meira í þessu, spyr kennara, þú veist, það mun mig ganga betur og sú tilfinning að vera, þú veist, efstur í bekknum, þú veist, það er tilfinningin sem ég vil fá og það er bara sama með crossfit skilur, ef ég vil, þú veist, ef ég vil vera bestur í einhverju, þú veist, það er svona svo tilfinning sem ég eldi. Myndirðu segja þetta væri keppniskap eða er þetta? Já, örugglega. Ég veit ekki alveg hvað þetta er, en jú, líklega keppniskap. Og þú veist, ég get það nánast í öllu sem ég geri að hvort sem maður, já, nú komum við allt hérna, en til dæmis bara með friends, þú veist, já, tölum aðeins friends, það er sameiginlegt áhugamál okkar. Nei, þú veist, já, maður er einhvern veginn fyrir alltaf svolítið all in og vill vera bestur, en samt er ég einhvern veginn á árunum byrja að læra, maður það líka stundu bara að slaka á, maður getur ekki alltaf en keppniskap í öllu og það hefur líka hjálpað mig bara aðeins að svona ná áttum, eða það meika sens. En eins og mér friends, þú veist, það skiptir engum á lífinu, að það er bara eitthvað sem ég vil vera góður í og þú veist, það er ekkert að fara að gefa mér pening og það er ekkert að fara að gefa mér eitt skilur, það er bara eitthvað sem ég vil ná,
þannig ég segi, þetta oft svolítið steikt hvernig hausnum mann virkar og það svona áhuga mál á svona alls konar hlutum já, heldur betur Já. Svo bara oft eins og með fyrir ekki já, með það ég vil bara hverju líka samt þess að ég fæ oft bara svaklega dellu fyrir einhverju og svo bara mánuð setna pæli ekki í því okay. og það einmitt kannski bara svona einhvern mér langar bara svona að ná því og það komið þá bara búm ok, þannig ekki ekki En eins og með Friends, þá kanntu næstu bara alla það utan að eða Já, þetta var orðið smá sko, þetta byrjaði alltaf með því að félag minn sagði mér að þetta var í FN 957 alltaf spurning gefnum með einhvern og þá byrjaði ég að hringja inn og var alltaf að vinna og þá fekk ég aftur svona brenda áhuga og byrjaði bara þetta hljóma fáralega en ég byrjaði bara að skoða basically öll detailin í öllum þáttunum og reyna að muna það og svo endaði með því að ég svona djókar ekki á Instagram og segi hvernig ætlum við að keppa og ég veit hans í mjög góður Friends og ég fer sem sagt upp í FN 957 stúdíóið og keppi við hann þar og vinn hann og hann alveg brjálæður svo fer ég með þess að aftur til hans og vinn hann aftur og hann ennþá brjálæri og svo ég oft núna í svona Friends pubquizum hér og þar þannig já, þetta bara svona eitthvað svona gaman bull áhagamál sem er bara gaman að vera bestur í En hefur þið tekið eftir það í fyrsta þættinum eru önnur númer á hurðunum en í öllum hinnum? Fyrstu sko 8 þættinir Er það fyrsta 8? Já. Þessu tók ég einhvern tímann eftir ég átti þetta sko á vídeóspólum takk fyrir, það var ekki komin ekki íslendiskar þegar Erla var að horfa Friends Já, ég hef bara DFT og svo á svona flakkara sko. En já, ástæðan fyrir þessu númeraskiptum var sko að út af þau eru ekki að fyrstu hæð þetta var ekki eins trúverðugt sko, þetta var númer 4 og 5 Ok, useless information of the day svona, nei, tjók, það er dræðislegt En að því vorum að tala við erum svona aðeins búin að skauta fram og tilbaka sem er alltaf læg, það er bara gaman En mér langar kannski svolítið að því að hlaðvarpi snýst heilsu Hvað er heilsa fyrir þér? Já, þetta finnst þú sko að spyrja þetta og ég vissi að þú koma að spurningu og ég var svona alveg smá að íslensku, panika yfir því bara hverju átti ég að svara hvað er það fyrir mér þannig ég gerði svo allir gera í dag fór á ChatGPT googlaði what would be a good answer for þessa spurningu og það kom eitthvað svona voða almennt svar en ég held bara fyrir mig ef ég hugsa bara svona hvenær mér líður ekki vel og það er þegar ég get ekki framfylgt mín markmiðum og það helst bara ef ég meiðist get ekki eftir sem ég vil og það er að segja framfylgt markmiðunum mínum þá einhvern veginn dettur allt annir þá líður mér aðeins verður andlega er aðeins lokaðri og það lokar aðeins félagslega heilsuna þannig að ég held að það er líkamlega heilsa minn er ekki eins og ég vil hafa hana eða markmiðin þar þá einhvern veginn dettur allt annað ég veit ekki hvað sem gott svar eða ekki en það er ekki til gott eða slæmt svar við þessar spurningar það er þín skilgreining en þetta er samt svo rétt af því að þetta, ég útskýri þetta oft eins og að því að heilsan er sko skilgreind hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnun sem líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan og þetta er svona eins og kollur með 3 fótum ef þú tekur 1 fótinn undan kollinum þá veltur hann og heilsan er svolítið þannig ef við tökum bara 1 þáttinn út þá förum við á hliðina bara absolutt sko ég ströggla eitthvað íslensku, ég kann ekki það má sletta ég ströggla aldrei með andlegu eða félagslega heilsuna finnst mér nema það líka með þessum dettur ég skil mér líður alltaf bara ótrúlega vel og alltaf lífsgæður og jákvæður en einhvern veginn þetta fer þá svona detti aðeins má ykkur í við sko En hvernig hugsaðu þá þína heilsu? Ég hef aldrei einhvern veginn þurft að hugsa hún er bara alltaf til staðar ég hef alltaf viljað hreyfa mig ég hef alltaf verið voðaglaður ég hef aldrei verið eitthvað fúll og pirraður yfir lífinu og saman með félagslega ég hef alltaf verið mjög heppinn með vini og ég held að það tengist það líka og ég er svo jákvæður og opinn að það kannski dregst fólk smá að mér svo vil ég líka vinna ég sé ágættur vinur með gott traust af vinum þannig að þetta er allt komið svona frekar náttúrulega til mín
ég hef aldrei þetta pæla eitthvað svaka mikið í þessu en En eins og bara dæmigerður dagur hjá Haraldi já, því að sko þú sagðir að þú reyndir að taka alltaf bestu ákvörðuna hverjum degi, þá ertu náttúrulega augljóslega hugsa um heilsuna þína. heldur betur Þannig að hvernig er svona dæmigerður dagur? það er bara mismunandi hvernig degi Næ, ok. en ég vakna yfirleitt og alltaf því að horfa á sjónvarpið þá er annarkvæmt að borða eða að teygja þannig ég reyni sem minnst yfir daginn að gera eitthvað sem er tilgangslaust Ok. þannig ef ég er í símanum þá er ég vilt að reyna eitthvað til að bæta mitt kunnáttu í annarkvæmt íþjóttum eða meiðslum eða þá eitthvað tengt vinnu og saman með sjónvarpið ef ég get ekki bara horfa á sjónvarpið og bara setja í sófanum ég þarf að vera að teygja eða eitthvað annað, þannig mér finnst þetta ekki að vera tilgangslaust en ég vakna og borða og horfa á Friends svo get ég annarkvæmt farið við tölvuna að vinna eða að þjálfa og það er bara on og off alveg til svona kannski 3 og þá fer ég vilt að þjálfa þegar ég vilt að æfa þá og í dag æfi ég kannski bara 90 mínútur út af ég er ennþá svona í rólegri kantinum, ég er ennþá svolítið að vinna mig upp í þessi bakinu svo eftir setjapartinn þá reyni ég að gera einhvað sem hugsa einhvað hvað get ég gert til að betur bæta fyrirtæki mín eða einhvað tengt sporthúsinu þannig að þetta er mjög dreift og þetta er mjög kannski svona almennt svar hjá mér, ég veit það en þetta er mjög breytilegt en ég reyni bara að gera einhvað til að bæta alla mína þætti í lífinu og svo að kvöldin það er bara helt með konu minna, það borðum við saman og spöllum og svo kannski horfum við mynd og þá tegi ég með hann þannig að kannski þessi einu þáttunum sem ég mætti ekki bæta er að sína kannski aðeins svona meiri athygli til hennar og oft er ég að þjálfa setjaparti líka og þá er hún alltaf yndislega að elda fyrir mig og ég kem heim bara að borða og svo fyrir bara að tegja einhvern veginn, ég sína henni kannski ekki alltaf mestu athyglinna þótt hún gerir hún bara allt fyrir mig þannig já, þessi segi Þið eru frekar nýflutta heimann Jú, var það mikil breyting? Já, ég held að yrði mun erfiðar samt og því mér leiði svo óslega vel með pappa það bara var allt einhvern veginn gert fyrir mann og en svo þegar maður flutti út það bara, vá, ég get aldrei farið tilbaka þetta er svolítið að finna ykkur að breytist strax bara en ég held samt að kærasta minn hefur smá svona bara fyllt í fótspor mömmu minnar, gert allt fyrir mig þú þóttið fyrir mig og elda fyrir mig þannig þú þarft að fara að taka það á luxuslúf já, sko að minni bara þá gerðum við samning í byrjun að ég tek allt eldursið og hún tekur alltaf þóttar okay. þannig að það er svona smá jafnbrytið þar Ég man sko að því að mér hef alltaf fundist þú svona með allt á hreinu varandi heilsuna ég veit að hugsa ofbúslega vel þig en ég held fyrirlestu fyrir ár síðan eða eitthvað í sporthúsinu og ég man að þú komst og ég spurði hvort það fengi eitthvað út úr þessu fyrirlestu og mér þátti svo vænt að þú, meira sér að þú fekst eitthvað, já, heyrðu, ég veit alveg hvað ég þarf að bæta svona, það er líka bara góða punktur og ég er alltaf tilbúin að læra, skilur ég horf aldrei á stórt á mig í neinu og er alltaf opinn fyrir hugmyndum að betur bæta og ég held að þegar þú hættir því þá ert þú komin svo slæma stað og allir svona sem ég horf upp til lifa er eins þú veist að bara þóttist bestur heimi í ykkur þú getur alltaf lært eitthvað nýtt En eins og að því að það var þáttur nýlega árangur versus heilsa, hvað segir maður? Já, að það er alltaf ákveðin fórnarkostnaður að verða afreks. Heldur að hefur þú geta gert eitthvað öðruvísi? Þú veist, myndur þú gera eitthvað öðruvísi í dag? Heldur að það er hægt að koma í veg fyrir brjósklos? Eða er þetta bara eitthvað sem er óumflýjanlegt að fólk meiðist á einhvern hátt? Svona já og nei, skilur þú getur lent bara í bílslýsi og poppa eitthvað út, skilur en ég held að þú getur byggt bakið mun betur en ég nokkuð sem að gerði þú veist, maður vissi ekki neitt og ég er ennþá svona frekar nýjustum fræðum en bara svona horfðu baka þá gerði ég aldrei neitt kjarnastöf hvort sem maður fyrir bakið, mjóbakið eða kviðin, þú veist, jú, maður gerði tóstu bara í voti en maður gerði aldrei eitthvað svona mjög sérstakt fyrir það og eftir ég byrjaði því þá finnum við bara
hvað þetta er svaklega mikill veikleiki, sérstaklega mjóbakið og það er einhvern veginn fræðin kennir manni það, sérstaklega bara ég alltaf íþróttafræði, það kennir manni það að maður má aldrei æfa mjóbakið, maður má aldrei æfa mjóbakið með sérstaklega flexion sem er grippaðurunni en ég hef svona lært það bara að maður byggja þetta hægt að róla, ég er ekki að segja bara taka resturlift með 200 kg með bói bak, en maður byggja þetta hægt að róla þá ertu miklu verið undirbúin ef þú skildir til dæmis farið ranga stöðu í ykkur liftu þá er þetta ekki bara svakalega líkt fyrir líkamann ef það meika einhvern sens. Já, ég meina einu sinni máttu ekki fara með hnén fram fyrir tærnar en Nákvæmlega. núna er það bara æskilegt. Já. Þannig að það er alltaf að breytast. Já, og svo er náttúrulega líka bara mjaðmar liðleiki, það hefur líka mikil áhrif og þegar þú ert stíð á mjaðmir þá náttúrulega kemstu í verri stöður í hnipu, resturliftu þannig að með betri liðleika mjöðmannum þá ætti baki alltaf haldast betur sett, það meika sens þannig já, það er svona þeir tveir að styrkja kjarnan allar hringin og betri mjaðma liðleika það er svona helst að tvent Já, fyrir bakið. Já, mjögbakið, já. Þess að klærum að, til að fyrirbyggja sérstaklega fyrir mig. En sko, það er eitt sem að við höfum eftir kannski að fara yfir, það er, þú reyndir ansi margt til þess að ná bata. Þú fórst einhverja aðgerð til Texas. Já, þess að segja, maður alltaf bara, ég sagði án að fóra til allar sérfræðinga og er ennþá hjá mörgum og margir hjálpa mér í dag, ég er ekki að segja það. En ég fór sem sagt til Texas í stem cells sem er stofnfrumur, já, fyrir ekki nú man ég ekki alveg hvað þetta heitir í íslensku en þetta er basically stofnfrumur ég ætla ekki að segja fóstri en þetta er sem sagt einhvern, ég man ekki alveg hvernig það var gert en þetta er rauninni stofnfrumur frá einhvers konar sem er þá sprautað inn í Já, sem er sprautað þú getur fengið þetta líka mjöðmenna eða hnið eða öxlina en í mín tilfelli var það mjóbakið þetta er efni sem bara frá ákveðnum kæli tekið út, má bara vera út í 2 mínútur eitthvað og svo sprautað í þig og það á sem sagt að byggja upp dauðar frumur og vonandi það laga þannig að líkamörnir fái skilaboð að þetta svæði sé eitthvað í vesinni og það þarf að byggja upp það svæði en ég vissi alveg farandi út að þetta væri mjög hæpið út af því að þetta virka kannski mjög vel á axlir og hné en mjóbaki er bara miklu flóknara dæmi og í mínum tilfelli virka þetta bara ekki neitt sem er Ekki neitt? Nei, ok. En þekkjandi þig, þá grunum en nú þú hafa verið lesið þig ansi mikið til þetta og lesið áður en þú fórst í þetta. Þannig að þú hefur ekkert farið bara eitthvað. Nei, og þetta er ekkert grínast með, þetta kostar alltaf á sínum tíma $4,000 sko og á þeim tíma var ég ekkert mikið að vinna og það var ég bara að reyna að einbytta mér að mínu ferli þannig að þetta var ekkert hvað sem var grínast með þannig já, ég skoða mjög mikið og ræddi mikið með fjölskyldunni og ætla líka bara ákveðið ferðalega að fara bara til Texas, skilur eitthvað nokkar daga ætla að fá sprautu í sig þannig að þetta er mjög og líka bara í eitthvað fyrirtæki sem maður veit ekki eftir henni hvað þú veist maður alltaf að lesa það og allt það og kannski ákveðinu skilbóðum að maður vissi henni ekkert nákvæmlega hvað var að fara að gerast en það var allt svolítið mikið svona afmættir en maður var tilbúin að reyna allt einhvern veginn á þeim tíma bara til að ná þessu. Já. En ég skil alveg sko af hverju þú reyndir allt því þegar ég googlaði þig ég ákvað að googla svona aðeins til undirbúa mig þó ég veit nú ýmislegt en þá kom upp frétt frá 2021 íslenskur strákur valinn sem einn af vonarstjörnum CrossFit íþróttarinnar í ár það var náttúrulega bara rosalegt að hvað Morning Chalk Up já, þeir völdu þig sem svona vonarstjörnu heimsleikana eða Rising Star og það var alveg, maður heldur ég gleyma ég var nýbúin að fá þarna brjóstlásið vinstra með þá þannig ég var ég æfði að fullu en ég var bara á tækjum og svo bara efri líka með styrk
þannig ég æfði rauninni ekkert neðri líkamann og svo fæði maður þetta bara holy shit, þá einhvern býr maður til press á sjálfan sig frá okkur öðrum sem bara hálf fárlegt en maður gerir það Tengi. Og svo sem sagt keppi ég á semifinals 2001 raun ekki búin að lyfta meir en 50 kíló kannski frá gólfinu maður bara hendur íbúðfinni í gang og herti vel beltið og svo er svo ótrúld með mig kannski ég allir líka þannig en ef ég veit að ég átti eitthvað lyfti segjum ég átti 150 kíló clean þess ég veit ég hafi náði þá bara einhvern veginn nægið í þótt ég sé ekki búin að gera það í 1 ár og þetta hefur einhvern veginn alltaf náð að haldast þannig að mér öll skipt sem ég hef verið tæpur að keppa þá einhvern veginn alltaf náð því sem ég átti áður En hvernig varstu eftir mótið? Það er bara fyndið, því ég var alltaf góð eftir mót en svo svona 2-3 vikur eftir þá bara búm okay. Veit ég hvort það tengt því eða hvort að það sé bara eitthvað ég var svo spenntur að byrja aftur að æfa og þá einhvern veginn en þetta er svolítið mjög algengt hjá íþróttafólki ef það er tæft keppir það verður vel svona gott eftir nokkur dag eftir bara wow, er ég bara góður og svo allt inn er bara búm Kannski taugakerfið Ég held það og það er bara aðeins í gangi maður er bara svo ánað með sjálfan sig og svo einhvern veginn slagnar aðeins á því en segi ég lendi þarna 2001 er sérst COVID þannig að þetta er allt online ég get ekki svolítið farið smá í það er alveg smá skemmtileg saga fyrsta æfingunni er sérst þrösterar og chest to bar bara svona fyrir fórhundið sem fólk vita þá er sérst 3 fyrir 21 þrösterar og 21 chest to bar og þau sem þekki CrossFit þekki Fran sem er alveg viðbjörnslega þetta er bara það sinnum 2 Já og ég geri það með þess að mótið þurri í Exosunon og ég fer alveg all in og ég hef aldrei lent í þessu áður en ég bara gjörsamlega æli ég held ég ældi svona 30 sinnum á hálftíma og ég hef aldrei lent í þessu, ég bara ældi svo labbaði 2 skref, ældi aftur það var engin viðvörun, það bara kom æla það bara svo líka mann hafi farið bara í svakalega sýru og bara og partur af því er líka bara ég var ekkert búin að æfa neður líkamann það var bara svakalega mikið sjokk fyrir líkamann og en lendist það alveg í 4. sæti í því votið eitthvað í Evrópu og svo bara einhvern veginn skemmist helgin út frá því maður átti að gera 2 votið dag votið eftir ég náði valla að borða drakk baka kók votið eftir var ég bara alveg orkulaus einhvern veginn aðeins komast gegnum það og svo bara næsta dag verið aðeins betur og 3. dag verið aftur ángóður þannig að það ár voru henni perfect æfingar fyrir mig okay. Ég vil meina ég hefði komist eða ekki reyndi í þessu svakalega æluvesinni enda þar held ég í 8. eða 9. sæti í Evrópu það er top 5 sem fara áfram og ég held meira að þetta var 2 Evrópu fylki í rauninni þetta er 2 mót í Evrópu sem haldinn en það var allt online ef ég hefði settur hitt það hefði ég held ég komist áfram ég lenti bara mjög erfiður í dili svo 2002 það er rauninni bara sama saga þá hugsaði ég bara ok, ég ætla bara að fara all in í CrossFit og bara gera allt En hvernig varstu þá í bakinu? Það er málið, ég veið bara alltaf að fara all in og alltaf að gera allt til að komast á heimsleikarna það er svona kannski 1-2 mánuðir fínir eftir semifinals þannig sumarið og svo einhvern veginn lendi bara í svipuðu geta einhvern veginn ekki bakka út ég veit ekki af hverju en þannig ég held bara áfram að æfa og gera allt sem ég get og það er bara sama rútínan ég bara ekkert að æfa neðri líkamann ég tek tæki og efri líkamann fer þarna semifinals 2002 ekki góður æfingar fyrir mig en samt stend með alveg bara hvað er 9. að 10. sæti já, þrátt fyrir allt þetta vissin þannig þetta er ótrúlega pirrandi að vita maður eitthvað að þið bara tæki og að bara eflíka mann en samt einhvern veginn þannig sem nálagt að komast og þeir sem þekki kannski kostiheimin vita alveg Evrópu þetta er alltaf á ensku Evrópu fylkið, riðlar eða whatever
er alveg mjög sterkt þannig, já. Það er erfitt að komast já, frá Evrópu. Þú veist að líka að flytja bara til Asíu eða Afríku, þá kemstu strax í rauninni sko. ósangjant sko. En hvað svo árið eftir 2023? Já, þá loksins bara ákveði ég bara ok, núna verði ég bara, ég get ekki lifa alltaf svona og bara, þannig að þá byrja ég að vinna í sportsinu, tek svona aðeins meiri, hvað sem tek upp meiri vinnurinni og þá byrja líka, þá fyrir að pæla að kaupa hús og svona, íbúð þar að segja og þannig þarf ég að vera hærri launum og þá dempa ég rauninni bara allir niður og það var svona smá tímabilið svona ok, ég gæti mögulega bara að vera að segja stopp núna, þú veist, einhvern veginn bara núna þarf ég bara að fara að vinna meira og ég þarf að fara að pæla í meira heldur en bara þetta og svo einhvern veginn svona allt inni bara svona byrja ég að finna þetta sem ég var að tala áðan bara þú veist, ok, byrjum bara alveg frá byrjun, prófum bara að taka nokkra mánuði sem ég bara gjörsamlega byrja á byrjunreitt, æfi bara mjóbakið, kjarnan og liðka meðamennar, líka efrabakið og það hefur líka áhrif og vinn mér bara hættur alveg upp og svo bara sjá hvað gerist og þú veist, það var ekkert plan að keppa bara svona ok, bara prófum að vinna okkur upp og þá bara byrja ganga mjög vel og ok, nú get ég að prófa að lifta og það gengur vel og lifta skilur og það er búin að vera smá bara síðan þá búin að vera mjög góð róli núna og ég vil menn ég sé komin í mjög gott form aftur, ég finn bara svona tölur, ég veit alveg ákveðna tölur í ákveðnum æfingum og það er íslenskumar bara ákveðin hraða á tækjum líka og ég komin aftur þann stað eins og segi, nú lenti ég aftur í fyrir tömmingu síðan að bara svona búm, bakslag Hvernig þá? Og það er bara svo fyndið, þú veist með bakið, þú veist, maður er á góðróli, ekki þessi smá upp og niður, eins og bara með öll meiðsli sem er skiljanlegt og ekkert af því en svo bara gerur einhvað og þú veist ofta ekki hvað það er og svo kemur bara verkur svona 5 dögum eftir það sem gerir þetta líka miklu erfiðara að klásta við og þetta er því að þú heldur að þetta gerir eitthvað rétt og svo bara búm, 5 daga eftir þá bara lendir ykkur og núna veit ég hvað það er, það var sund eins fálega það hljómar Er það? þá bara var ég eitthvað smá stífur og svo syndi ég og ég gæti ekki með besta axlarliðleika heimi og þá er svakalega fetta á bakinu alltaf og þetta er alltaf tógarinn á mjóbakið Þannig raun og veru varst að gera eitthvað nýtt sem varst ekki búin að gera lengi eða? Já, í rauninni, þannig ég byrja aftur að synda og maður byrja að synda alltaf mikið en maður er smá manniskur þar en já, það var ástæðan þannig að það er bara oft bara svona já, sem ég erfitt að kljást við þetta og svo líka bara með það ef maður verður á þess að fyndi, maður er bara meittur kannski 6 mánuði, svo verður maður góður í viku þá bara maður gleyma þessu 6 mánuðum og þá bara byrjar maður allt í hennu bara, skilur það er svo svakalega erfitt að vera agaður þegar kemur að þessu að halda sér aftur í æfingunum. Já, ertu með einhvern þjálfara sem heldur utan prógramið og passar og fara ekki? Þú veist, ég var alltaf með þjálfara í mörg ár, bandarskan þjálfara en það er þú veist, jú, það hjálpar alveg og ég prófaði alls konar þjálfara líka svona, ég með þess að prófa líka bara sjúkrarþjálfara sem var bara að fylgja mér eftir en það er bara ekki það er svo erfitt að vita nákvæmlega hvernig manneskjan eða hvernig hann líður nákvæmlega ég veit bara með reynslunni bara nákvæmlega, ok, ef mér líður svona þá þarf ég þarf að dempa þess niður og ég hef náð því mjög vel núna sérstu 1-2 ár að bara ok ég er smá tæpur ég verð að dempa núna og því ég veit ef ég fer í þessa æfingu alveg 100% þá mun ég 90% líka verið að finna fyrir því það er eitthvað sem ég gat ekki gert fyrir nokkrum ára síðan þú veist, ég verð að gera það, ég verð að gera það 100% þú veist, þannig ég þurfti að læra eina það bara ég verð að ná að slaka á einhver staðar til að geta byggt mig aftur upp Þú ert að verða betri íþróttamaður Já, það má segja það en þetta er búin að taka, skilur, 6 ára að fatta þetta eins og fálega það hljómar maður er alltaf eitthvað, já, maður er komið með þetta og svo lærum maður eitthvað nýtt þannig Svona já, lífið, nákvæmlega, maður er alltaf að læra þannig, þú er búin að ákveða ferðalag með þetta bak
Þannig hvað þá markmiðið þitt í dag? Svona ef að við... Það alls konar. Ég náttúrulega vill ná, hvað sem ég vil sem sagt ná, ég vil ekki heldur sem þetta vera með eitthvað ákveðið nákvæmlega markmið í íþróttinni. Ok. Þú veist, mér finnst það heldur ekki að vera gott, bara eitthvað ég ætla að komast að heimsleikan á 2026. Þú veist, ég ætla bara að halda mér þessu róli og ef mér líður vel og það mér gefst tækifæri til þess, þá bara mun ég fara í það. Ef það gerist ekki, þú veist, þá bara verið sættum með það. En ég ger allt til að ná því, en ég samt alveg búin að sætta mig við það að ef það gerist ekki, þá verður það bara að vera lægi. En þú ert að njóta ferðalagsins? Nákvæmlega. Og það einmitt sem ég líka þurft að læra sérstu 6 ár, að maður getur ekki bara að hugsa þetta að loka stig. Þú veist, auðvitað verður það alltaf að gegja það ef það næst, en ég verð að finna einhver leið til að einhver minnimarkmið og þessi njóta ferðalagsins. Svo bara tengt vinnunni, þá ætla að vona ég bara að ég mun ná að lifa af þessi fyrirtækjum sem ég að byggja og kannski gera eitthvað annað fyrirtæki, maður veit það ekki. En ég hef alltaf einhvern veginn viljað að finna fyrir sjálfa mig. Ég held að þú og ég eru svipuð því. Þótt að kannski ég mun alltaf vera pottið að þjálfa eitthvað og alltaf vera tengt þjálfun, en draumið er alltaf að vera með einhvern eigin rekstur. Já, og svo bara fyrir mig félagsleysinu og þá bara vonandi fallega og góða fjölskyldu með konunni og vonandi starra húsbráðum og þannig já, ég held að það sé svona fyrir mig félagslega, andlega og líkamlega heilsu. Þannig að Ertu markmiða drifin? Já. Og ég held ég gerir mér oft meiri markmið en ég áttum á. Þessi ég myndi segja kannski svona mesti veikleiki minn er að ég mjög óskipulaður. Nú? Ég skrifa aldrei neitt niður en hausinn minn er alltaf einhvern á milljón og ég held ég sé alltaf að setja mér einhvern markmið sem ég kannski oft ekki áttum á því. En ég svona aðeins byrjar áttum á því og byrjar að duglega að skrifa niður eitthvað svona minni markmið og verkefni sem ég ætti að gera og það gengur milli betur. En mamma hefur alltaf sagt að ég sé mjög markmið drifin. Já. Nei, það er alltaf mjög gott sko. En að því varst að tala um að þjálfa aðra, finnst þér það gefandi? Finnst þér það jafn gefandi eins og að æfa sjálfur og ná þínu markmiðum? Að hjálpa öðrum að ná sínu markmiðum? Já, klálega sko, það er bara svona öðruvísi, þú veist, það tengist líka fyrir mér félagsleysni. Þú veist, bara að spjalla við fólk og tala um hitt og þetta og kynnast fólki og það er að lóta alveg hvað 99% af fólki er yndislegt og áhugavert og oft lærir maður eitthvað að fólki skilur, fólk sem kannski er að vinna við eitthvað og þá, já, vá, get hjálpa með þetta og þú veist, maður býtla ákveðin tengsl og fari að bli greið að setna meir og þannig ég vil eftir að ef maður er ótrúlega, þess að segir, opinn eða reyna að tengjast fólki bara sem mest, þá fæ ég það vel tilbaka. Þess að ég fengi alls konar greiðir hér og þar bara með að vera fýtt þjálfari skilur og góðu vinnur. Og svo náttúrulega bara finnst mér ótrúlega gaman að hjálpa fólki ná markmiðum með að ná einhverju sem þau reyna skilur, þú veist, hvort sem að tengt hreyfingu eða hverju öðru, það er bara að hjálpa fólki ná einhverju sem þau héldu þau gætu ekki. Það er svona helsta sem ég fæ alveg út af því að þjálfun. Þannig ég segi, hvort sem er crossfit eða tengst meiðslum, er bara ótrúlega gaman að hjálpa fólki. Ég tengi alveg það sko, ég brenn fyrir það. En við hefum kannski ekkert farið almennilega í sko mataræði og svefn. Því að það er náttúrulega svo stór lykill að heilsu. Og hvað borðarðu rosalega hreint? Eða... Þetta eru ekkert ósvipað bara og líkamlega og andlega heilsa mín. Þú veist, ég er ekkert mikið þetta að pæla í þessu. Þetta hefur einhvern veginn alltaf bara til staðar og ég veit bara að ef ég borða svona það líður mér betur og ég veit að ef ég borða svona það líður mér illa. Þannig að þú borðar mjög hollan mat. Já. Þú veist, ég borða þú veist, og ég veit ekki hvað þessi boring en ég borða alveg saman mat alltaf daga og þannig bara funkar ég best og það veit ég líka bara ef ég breytir eitthvað smá það veit ég hvað það var sem er að olla vissinni eða whatever og það er saman bara æfingar á bakið ef ég ger eitthvað ákveðna rútínu
og breyti kannski aðeins, þá veit ég hvað var að valda bakvesinu. En með mataræðið, já, við getum alveg farið djúpt í það, ef vilt. Bara, fólk oft svo forviti hvað íþróttamenn að borða. Já, ég borða sérst alltaf mótnana haframjöl með mjólk, hnetusmjör, hunang og kanill. Þetta sirka 800 kalorur, ef fólk vilja það. Þannig þetta stór skál. Þetta stór skál, sko. Já. Þetta alveg svona hálftíma og ég eftir bara svolítið flögvart í búið með hana. Þú ert bara að borða til þess að ná Já, ég fæ aldrei ánægði að borða. Það bara svolítið þannig. Nema þegar konan eldar á kvöldin, þá fátt góða mat. Ég segi þannig, ég oft bara í smá pínd í mig, frens kemur gegnum þetta. Og hádeginu borða ég yfirleitt 3-4 stór egg og svo beiglu með yfirleitt smjör og osti eða túnfiskssalt. Og svo svona millimál, þá borða ég yfirleitt einhver svona kjöt, hvort sem að nauthakk eða kjútlingur, eitthvað svona frekar ódautt kjöt og hrísgrjón. Ég stundum í smá tómatsósu en yfirleitt bara alveg mjög hreint. Svo borða ég svona kannski smá eftiræfingar klukkan svona kannski, eða fyrir þjálfun klukkan 5-ish og það kannski skyr og banani eða hleðsla á banani og svo borða ég kvöldmat sem getur verið breytilegt en það yfirleitt eins og segi frekar hrein fæða, bara heimilismatur og svo á kvöldin borða ég stóra skál af morgungotni, Vítabix og Sirius með rúsinum og prótenduft og svo fæ ég mig líka egg með hnetsmjöri. Hvað ætli þetta séu cirka margar peningar? Þetta ansi mikið. Já, ég mæli þetta svona kannski einu svona 2 ári, bara til svona að tjekka hvort ég sé halda mér í réttum hitaeiningafjölda og réttum makrós, kólefni, prótein og fita og þetta svona 4.000. Ég hef alveg verið upp í svona 5.500 því ég æfa bara sem mest 4 tíma á dag en þá bæti ég þessi bara aðeins meira við magni í hverju máltíð. En það var ekki mikið grammindi í þessu? Ég veit það og það er bara kvöldmaturinn sem er með grammindi og það sem konar sem sér það. Það er þessi eitt sem ég mætti að líka laga og talaði um þetta við heilsufundur þínum. Ég bætti alveg við og búin að láta konuna vita að vera duglega að setja á kvöldin en ég bara svo svaklega rútínu fastur að þú veist þegar ég bara að græða með mat þá bara ferð þangað, þetta og fer einhvern veginn aldrei í grænmetisskúffuna. Þetta fárlegt að segja þetta en það bara svo erfitt fyrir mig að bæta einhverju smá við en ef ég gera það þá það ekkert mál. Kaupa bara 1 box af piccolo tómatum og borða það í millimál, ég gera það oft. Þannig, en svo borða ég smá það er ávextir. Ég borða mjög mikið ávextum. Ég borða oft banana og epli og þurrka mango stundum. En klálega mætti vera duglega með grænmeti. Maður hefur alveg heyrt það íþróttamenn sem æfa mikið og er að lyfta mikið og svona. Þeir eru stundum bara erfitt með að koma onni í sig öllum þessum hitaeiningar sem þeir þurfa. Klálega, sko. Oft fer íþróttafólk að ná árangri þegar það fer að borða meira. Maður har oft heyrt þetta, sko. Sérstaklega konur. Nákvæmlega sérstaklega konur og maður læra þetta alveg í næringarsvæðin í HR. Þú veist, oft stelpur alltaf í svakalu eitthvað sem bara ófáum kalorinu bara og það var alltaf bara smá hættur að rýrna beinin og allt það skilur og svo bara þau bæta smá kalorifjöldan þá oft léttast það en á bæta sig skilur vöða. Ég upplifði þetta sjálf í COVID þá fór ég að borða til að vera sterk og var hjá svona næringaþjálfa ég hef aldrei styrst jafn mikið og ég léttist sem ég var ekki markmið sko. Það var ótrúlegt. En svefnin, hugsaðu vel um hann? Já, og ef ég er smá tæpur í bakinu þá það fer allt annað einhvern niður og þá einhvern verið meira kærlaus en ég reyni alltaf að fara að sofa á samtíma og vakna á söpum tíma og byrja á nýlega af því og það hjálpa mjög mikið að slökka á símanum bara kl. 9 út af því að það er alveg ótrúlega hvað maður háður sem síma og hvað hann hefur mikið áhrif á manni þegar maður fara að sofa ef maður einhvern í honum bara 5 minútur fyrir svefn þá einhvern hausinn á 1.000.000 í staðin fyrir bara slökka á honum og bara annarkvæmt að horfa á mynd eða spila eða eitthvað bara svona rólegt þá
sem að miklu betur Gott þú sagðir þetta, ég alltaf að segja nemyndum mínum þetta sko Já og þetta alveg fáralegt hvað þetta hefur mikið áhrif á mér og ef ég að borða á einhverstaðar tengdó eða eitthvað og kannski kem heim seint og einhvern veginn fyrir síman og svo slekka á honum það hefur svakalega mikið áhrif á svefn þetta bara þetta hefur svakalega mikið áhrif á mig allan sérstaklega eitthvað sem að fáir vita þig? Góð spurning Þetta mjög góð spurning Alveg pottið sko ég mjög komið gegn að svara eftir því ég bílinn Vá ég veit það ekki ég tel mig vera svona frekan opinn sko ég svona held ekki mikið að leyndarmálum sko En sko ég verð nú eiginlega bara að koma inn á að því að minnst þetta svo magnað þú perlaðir mynd af sjálfum þér Já. 17.000 perlum, hvað varstu lengi af þessu? Það kannski eitthvað sem allir veit ekki allan að já, sem sagt, ég fekk eitthvað perludellu þegar ég var að vinna á hjallastefninni og framfylgdi því heim til með pappa á þeim tíma og þessi eitti held ég að hafa svo mikið peningum í þetta Þú eru að vera sponsorað á Hamaperl Já, í rauninni En ég byrjaði að setja perla alltaf Star Wars kallana og svo fór ég í Friends svo fór ég eitthvað logo og svo bara hei, prófum perla sjálf mig og fann eitthvað svona forrið sem pixlar myndir fyrir mig og þessi, já, ok, prófum bara svona og svona áttaði mig ekki alveg hvað þetta var stórt og það er eitthvað sem perla mikið, ég veit ekki hvað þetta er þegar þú straujar mjög stóra mynd það er aðeins öðru stíl heldur en að strauja lítið þú veist, ef þú straujar annan endan þá liftist hitt upp út af hitanum þannig að ég var held ég sko svona 2-3 daga að strauja perlið út af því að maður verður með bækur út um allt strauja okkur um part, drífa sér þetta bók yfir skipt sem part, strauja En hvað þurftur mörg spjöld eiginlega? Já, þetta voru 28 spjöld Vá og þetta tók langar að segja 7 vikur að perla þetta Vá svona 1 klukkutími á hverju kvöldi og það var líka ekstra flóki út af því að pixlu mynda mannesku það er mjög erfitt að ná andlitslitum lit án þess að gera bara allt andlitið og það er ekkert flott þannig að það er mjög mikið af litum til að þetta lúki svona ágætlega andlitið En þetta er rosalega flott. Já, þetta er mjög flott. Ég skal bara deila mynda af þessu perli með þættinum á Instagram allavega. Já. Svakalegt. Svo alltaf er ég með alls konar áhugamál maður. Þú veist, mikill áhugamál á sjómann til dæmis og oft líka bara hugsa ég bara hvað ég væri til í að geta gert einhvern veginn allt en svo einhvern veginn þarf maður stundum að bara finna eitthvað svona nokkur sem maður getur fókus á þess að ég langar að vera góður í sjómann, langar að vera góður í crossfit, langar að vera góður í frisbeegolfi, langar að vera góður í pílu en alltaf þessu einhvern veginn vinnur á móti hvað öðru þannig, já, þetta er svona að finna hvernig haus mér virkar en já, ég segi mig mikið áhuga á sjómann og kepp átti sjómann við félagi mína og ég segi mikið keppniskap þar, svona oft býðið ykkur svona svakalega jötunum í að koma í sjómann svo ég segi með pílu heima að spila stundum á kvöldin, æfa mig þar og já, æfa það ekki, maður er bara alls konar áhugamál og sem er kannski, Já, þannig að þið langar alltaf að vera bestur en ertu tapsár? Ég er tapsár ef það er eitthvað sem er búin að vinna mikið að ef ég tapa bara í einhverju spili með fjölskyldinu þá bara ok, B1 skilur en ég segi, ef það er eitthvað sem búin að vinna mjög mikið að og ég veit sérstaklega átt að gera betur þá er ég mjög tapsár en ef ég sé bara hann var miklu betur en ég þá bara ok, það er bara staðan nú þarf ég bara ekki að finna eitthvað alltaf betur bæta mig til að fara á hans stig skilur maður græðir ekkert á því að vera eitthvað tapsár í ykkur sem þú áttu eitthvað sem er ekkert skilað að vinna ef það skilur Já, ég skil, algjörlega En svona að lokum hvað er svona framundan hjá þér? Ég segi, það er bara halda áfram að vinna í öllum þáttum og
reyna bara að halda frá betur að vera betri í dag alveg en í gær og svo bara lifi lífinu þannig það bara, þú veist, ég ætlaði til dæmis að íhuga sálfræðingur fyrir 3 ára síðan og langaði það ekkert í dag þannig ég lifi bara lífinu þá bara koma tækifæri og ég bara gríp þau en líst á þau og ég geti komið aftur í podcast eftir 3 ár og sagt allt annað þannig vil ég lífa lífinu bara hafa allt opið og hafa gaman. En skemmtilegt. Við stefnum bara það, þá kemur inn aftur eftir 3 ára. Já. Takk fyrir að koma, Halli, og deila þínu reynslu og vera einlægur og bara takk fyrir að vera þú. Já, takk sömuleiðis. Og svona í blá lokin, þá langar mig að hvetja ykkur til þess að fylgja hlaðvarpinu inn á Spotify eða Apple Podcast og endilega gefið hlaðvarpinu einhvern. Mér þykir rosalega vænt það. Svo má endilega fylgja mér líka inn á Instagram, inn á Heilsu Erla. Og nú eru síðustu dagar nóvembermánaðar og verkefni sem ég hef haldið úti nærandi nóvember fyrir að ljúka, en endilega kíkið á Instagramið og kíkið á eldri verkefnin. Við höfum öll gott að því að fá eitthvað gott í hjartað á hverjum degi og annarkvort hafa jákvæð áhrif á aðra eða okkur sjálf.